Komiði sæl. Þessi kynning ætluð þeim sem eru undirbúa umsóknir náms- og þjálfunarverkefni á sviði starfsmenntunar. Umsóknarfresturinn 1. febrúar 2018. Hér verður farið yfir umsóknareyðublaðið lið fyrir lið. Þið sækið umsóknareyðublaðið á heimasíðu Erasmus+. Það mjög mikilvægt að vista eyðublaðið á tölvunni ykkar áður en þið byrjið að vinna í því. Gott að skýra skjalið nafni sem þið munið. Munið líka að vista umsóknar reglulega þegar þið eruð að vinna í henni. Byrjum á því að skoða að þið séu með rétt umsóknarform fyrir nám og þjálfun á sviði starfsmenntunar. Þetta skráð efst í hægra horn umsóknarformsins. Sjáu þið hér. Þetta rétt árið 2018. Þetta Learning Mobility of Individuals, Vet Learner and Staff Mobility. Umsóknarformið hefst á kafla sem heitir General Information. Hér raunum að ræða efnisyfirlit umsóknarformsins. Það gott að lesa þetta yfir til að sjá hvernig umsóknin byggð upp. Í kafla B, Context, tegund verkefnisins forskráð og hér engu hægt að breyta nema tungumálinu sem notað í umsókninni. Sjáum hér. Athugið að það má skrifa umsóknir nám og þjálfun á íslensku. Þá samt nauðsynlegt að skrifa yfirlit eða summary verkefnisins á ensku, en við komum að því síðar. Takið eftir lokafrestinum til að skila inn umsókn. Þannig hér. En það forskráður hérna tíminn í Brussel sem klukkustund á undan okkur í febrúar. Skilafresturinn rennur út klukkan 11 að íslenskum tíma, en ekki 12 eins og stendur hér þar sem að ræða tíman eins og hann í Brussel. Í Project Identification skráiði heiti verkefnisins, síðan ef þeir með sérstakt heiti á ensku og líka stytt nafn eða skammstöfun. Verkefnin geta hafist 1. júní 2018 og þau geta varað allt frá 12 til 24 mánuðum, en hér fyllið inn þann gildistíma sem þið viljið hafa á ykkar verkefni og þá kemur lokadagurinn sjálfkrafa hér inn fyrir neðan. Þið sjáu að hér grár reitur sem þýðir að við getum ekki skrifað í hann. Þegar nafn umsækjanda hefur verið skráð í næsta kafla og kemur nafni sjálfkrafa inn hér. Hér þarf svo að velja af lista skráningarnúmer íslensku landsskrifstofunnar. Við sjáum að hún skammstafað IS01 Ísland. Þið rekið strax augun í Validate-hnappinn sem neðst á hverri blaðsíðu. Hnappurinn eins konar tékknappur, þannig að þú ert látin vita ef ekki búið að fylla inn í alla reiti sem nauðsynlegt að fylla inn í. Ágætt að smetla Validate í lok hverrar síðu. Í kafla C upplýsingar umsækjandan og samstarfsaðila. Fyrst það Applicant Organization eða umsækjandinn sjálfur. En til þess að geta sótt í Erasmus+ þurfa stofnanir eða lögaðilar að hafa svokallað PIC-númer sem gefin út við skráningu í gagnabanka Evrópusambandsins. Hafið þú ekki þegar fengið PIC-númer þarf að byrja á því. Leiðbeiningar skráningu PIC-númera eru á heimasíðu Erasmus+. En PIC-númerið skráð hér og síðan smellt á Check PIC. Þá kom upp allar nauðsynlegar og forskráður upplýsingar stofnunina inn í umsóknina. Þið getið síðan bætt við og skrifað upplýsingar í bláu reitina. Hér nokkur atriði sem ekki eru forskráð og þarf að setja inn upplýsingar tegund stofnunar sem og fjölda starfsfólks og nemenda. Síðan sjáum við hér það sem heitir Consortium. En Consortium nefnt svokölluð samstarfsnet sem samstarfsvettvangur að minnstakosti 3 aðilar sem sækja sameiginlega. Ef þú ert að sækja fyrir samstarfsnet þá velur þú já. Annars og í langflestum tilfellum valið hér nei. Í kaflanum Background and Experience skráðar upplýsingar umsækjandan. Í kaflanum skaltu leggja áherslu að kynna skólan, stofnunina eða fyrirtækið og þá sérstaklega þann hluta eða deildir sem umsóknin á við. Einnig mikilvægt að skýra frá reynslu stofnunarinnar og því fólki sem sjá skipulag og framkvæmd verkefnisins. Það á við hér eins og í allri umsókninni að lesa vel spurningarnar og svara þeim eins vel og mögulegt
Þá þarf að skrá nafn ábyrgðar aðila stýristofnunarinnar, það er legal representative. Viðkomandi þarf að hafa heimild til að skuldbinda stofnunina fjárhagslega, þetta er venjulega skólameistari, forstöðumaður, framkvæmdastjóri eða sambærilegt. Contact person er tengiliður verkefnisins. Viðkomandi er verkefnisstjórinn og eru öll skilaboð samskipti vegna verkefnisins send á þennan aðila. Þeir skrái nafn upplýsingar viðkomandi hér í þennan kafla. Tökum eftir að hér stendur Online Linguistic Support Contact Person. En þetta snýr að tungumálakerfinu, en þeir sem dvelja lengur en 19 daga skulu gangast undir könnun tungumálakunnáttu og þeir hafa möguleika að fá tungumálanámskeið á vefnum. Nauðsynlegt er einhver sé skráður sem tengiliður. Í flestum tilfellum er þetta verkefnisstjórinn, en ef ekki má bæta við tengilið sem hefur þetta hlutverk. Þá er komið að Partner Organization eða samstarfsaðilum, en í verkefnum á sviði starfsmenntunar er nauðsynlegt að skrá að minnstakosti einn samstarfsaðila. Það sama á við þá og umsækjandann, það er að viðkomandi verður að hafa PIC-númer. Þið þurfið því að fá upplýsingar PIC-númer samstarfsaðila. Ekki vera á síðustu stundu með þetta, því stundum hafa þeir ekki PIC-númer og það getur tekið smá tíma að útvega það. Annars fyllið þið inn í reitina upplýsingar samstarfsaðila samkvæmt forminu. Hafið í huga að setja inn upplýsingar sem snúa að umsókninni. Góðir samstarfsaðilar eru að sjálfsögðu grundvöllur góðs verkefnis og ykkar að sýna fram á mikilvægi þeirra. Samkvæmt reglum er einn samstarfsaðili lágmarkskrafa. Það er gott að hafa fleiri og síðar í forminu er óskað eftir upplýsingum áætlanir þínar að finna samstarfsaðila fyrir þær ferðir þar sem vantar samstarfsaðila. Best er að vera komið með sem flesta samstarfsaðila fyrir alla og helst fyrir alla ferðir verkefnisins, en eins og áður segir þá er það ekki krafa. Ekki er krafa að samstarfsaðilar skili inn staðfestingum vilja til samstarfs í þessum flokki verkefna nema sé að ræða samstarfsaðila í samstarfsneti eða konsortía. Til að bæta við samstarfsaðilum þá smellt á Add Partner hér. Næsti kafli heitir European Development Plan, en í Erasmus Plus er lögð áhersla á það að verkefni sem unnin styrki viðkomandi skóla og stofnun og þeir sem taka þátt í verkefnum hafi markað sér stefnu evrópskt samstarf. Það er mikilvægt að sýna fram á og útskýra stefnu skólans stofnunarinnar varðandi erlent samstarf í umsókninni. Passið að lesa vel spurningarnar og svara þeim. Áhersla er lögð á þarfir og áætlanir nýtingu niðurstaðna verkefnisins. Í þessum kafla er hér líka spurt það hvort stefnt sé að því að nota 3 stuðningsvefi Erasmus Plus, það er eTwinning, The School Education Gateway eða EPALE. Ef þið þekkið ekki þessa vefi, þá ráðleggjum við ykkur að kynna ykkur eðli þeirra og virkni. Ef þessum spurningum er svara játandi þarf að skýra hvernig áformað er að nota virkni þeirra og tækifæri í verkefninu. Þá er komið að því að lýsa verkefninu í kaflan sem heitir Description of the Project. En áður en við byrjum að skoða þennan kafla þá vil ég kynna nýjung sem spurt er víða í umsókninni. Sjáu spurninguna hér. Í áætluninni er nú lögð rík áhersla á lengri dvöl nemenda. Dvöl nemenda er nú skipt upp eftir dvalarlengd, það er í styttri dvöl og svo lengri dvöl sem eru 3 mánuðir eða meira. Lengri dvöl hefur fengið nafnið Erasmus Pro. Sjáu vísað í það hér. Athygli skal vakin á því að í lengri dvöl er rík krafin starfsþjálfun. Venjulega er hún í fyrirtækin, getur líka verið í skóla eða stofnun. En í tengslum við skipulagningu á lengri dvöl er nú líka hægt að sækja sérstakan styrk fyrir starfsmenn stofnunar að fara og skipuleggja viðkomandi dvöl og er sá styrkur kallaður Advanced Planning Visits, skammstafað APVAV. Hámarksdvöl fyrir slíkar undirbúningsferðir 3 dagar og það er aðeins leyfilegt að senda 1 starfsmenn í hverju undirbúningsferð og einnig er aðeins heimilt að heimsækja hvern móttöku aðila einu sinni. En aftur að forminu. Þá kom að því að lýsa verkefninu.
Hvað á að gera og hver markmiðin? Það gott á þessu stigi að gefa almennt yfirlit yfir verkefnið þannig að sá sem les skilji strax út á hvað það gengur. Og svo spurt samstarfsaðilana. En góðir samstarfsaðilar eru grundvöllur á góðu verkefni. Passið að svara spurningunni hér og skýra hvernig samstarfsaðilar þínir urðu fyrir valinu. Hver sé þeirra reynsla og hæfni og hvað þeir munu koma með inn í verkefnið. Einnig þarf að skýra hvernig verkefnið gagnast þeim og þeirra markmiðum. Í sumum verkefni gert ráð fyrir samstarfi fleiri aðila en skráðir í kaflanum samstarfsaðila hérna framan. Ef áætlanir eru uppi samstarfi fleiri aðila, til dæmis lítil fyrirtæki sem ekki hafa skráð PIK-númer, gott að skýra frá þeim hér og að gera lýsa viðkomandi þekkingu, reynslu og svo framvegis. Athugið að allir skólar eru með PIK-númer eða ættu að geta skráð þau í kerfin á vandkvæða. Ef ekki búið að finna alla væntanlega samstarfsaðila, skaltu útskýra hvernig áætlað að finna móttökuaðila fyrir þær ferðir sem sótt Takið síðan eftir spurningunni hér sem byrjar If you are requesting funds for advanced planning visits to prepare Erasmus Plus mobilities. Það þýðir það að ef þú ert að sækja fjármagn fyrir undirbúningsheimsókn í tengslu við lengri dvöl, þarftu að skýra þörfina hér. Hér þarf líka að velja helstu efnisatriði umsóknarinnar, sjáðu hérna. Mögulegt að velja hámarki 3 efnisatriði, en þið bætið til að hér hafa verið sett inn 3 efnisatriði, þið veljið það hérna af þessum fellilista og til þess að bæta við þá smellið á plúsin og til að taka út þá bara smelliði á mínusin. Kafli F heitir Participants Profile og þá komið að þáttakendum verkefnisins, það þeim sem fara munu í ferðirnar. Hér ekki verið að biðja ákveðin nöfn eða einstaklinga, heldur tegund ef hægt að orða það sem svo. Fyrir hvert verkefni eða activity í umsókninni ber hér að lýsa bakgrunni og þörfum þáttakenda og hvernig þeir voru valdir eða verða valdir. Til að skýra þetta aðeins nánar hægt að taka dæmi af umsókn þar sem reiknað með til dæmis ferð kennara snyrtifræðibrautar til Danmerkur þar sem þau ætla að kynna sér nýjar umhverfisvænar aðferðir. Í umsókninni væri líka sótt fyrir hóp nemenda í rafiðnaðargreinum sem á 3. ári og síðan einstaka nemendur af hönnunarbraut sem að fara í starfsþjálfun til ýmissa landa. Í umsókninni ber þannig að skýra hverjir þetta eru, bakgrunn þeirra, þarfir þeirra og hvernig þáttakendur verða valdir. Eins þarf fyrir hvert verkefni að skýra hvað færni, það þekkingu, hæfileika og viðhorf eða hegðun þátttakendur muni öðlast eða efla í ferðum sínum. Þetta skráð undir Learning Outcomes. Það einnig afar mikilvægt að allar ferðir sem farnar eru séu staðfestar og metnar. Ferðir nemenda þurfa að vera metnar sem hluti af þeirra námi. Það eindregið mælt með því að nota þau verkfæri sem þróa hafa verið á Evrópuvísu til að meta dvöl. Í Erasmus Plus verkefnum erum við að tala Europass starfsmennta vegabréfið sem hér valið af listanum og heitir Europass Mobility Document, sjáuð hér. Annar möguleiki sem margir nota svo kallað ECVET, en þeir sem ætla að nota ECVET nota líka Europass Mobility Document en bæta við ECVET sem við köllum einingakerfi í starfsmenntun. Sjáuð hérna búið að bæta því við. Það gefur mér tækifæri til þess að benda á ECVET einingakerfi í starfsmenntun, en venjulega ber það vott gæði framkvæmda verkefna að nota þau verkfæri sem ECVET býður upp á. Í því felst einnig að fylgt verði ákveðnu ferli við mat á þeim lærdóm sem þátttakendur öðlast við til dæmis vinnustaðanám í öðru landi. Við mælum með því að minnstakosti þeir sem eru að skrifa umsóknir fyrir nemendur kynni sér vel ECVET og nýti þau verkfæri við framkvæmd verkefna. Það ekki krafa og mikið af fínum verkefnum eru ekki að nota ECVET og margir nota ECVET-skjöl aðeins að hluta til í verkefnum sínum og það í fínu lagi. Í umsókninni skuli þið láta vita að þið notið ECVET en passi vel að nota það ekki í umsókninni nema þið hafi kynnt ykkur það vel og munið nýta það. Við mat á lokaskýrslu verður farið yfir það hvað þið segist ætla að gera í umsókn og svo það sem þið síðan gerið í raun og veru.
Og hér fyrir neðan kemur tækifæri til að útskýra ef notuð eru innlend kerfi til að staðfesta dvöl og lærdóm. Og í neðsta kassanum útskýriði val ykkar hér á ofan, það er hérna. Kafli G, Preparation, snýr að undirbúningi verkefna. Ég ætla ekki að fjalla alla spurningarnar en hvet ykkur til þess að lesa vel hverja spurningu og svara þeim eins og þeim stilt upp. Þar sem að í flestum tilfellum innifela umsóknir mörg og nokkuð mismunandi verkefni eða ferðir, þar sem kallað eru activities umsókninni, þá skuluð þið reyna eins og þið getið að virða þá beiðni að vera skipulögð og útskýra fyrirkomula hvers verkefnis eða hverjar ferðar. Takið hér líka eftir beiðnum og útskýra vel ykkar áform varða lengri dvöl nemenda. Practical arrangements. Fyrir hvert hluta í verkefninu eða activity ber hér að skýra hvernig praktískum atriðum við framkvæmd verður háttað. Til dæmis ferðum, gistingu, tryggingu, öryggi og vernd þátttakenda, stuðningi, eftirfylgni, undirbúningsfundi og svo framvegis. Athugið að þegar sótt eru lengri dvöl, það er 3 mánuðir eða meira, sem kallast núna Erasmus Pro, þarf í öllum liðum þessa kafla, það er preparation, að passa upp á upplýsingar varða þá sérstaklega komið fram. Næst er spurt stjórnun verkefnisins eða project management og takið eftir hér áherslunni sem að gæði sem snúa að framkvæmd verkefnisins. Þeir sem ætla að nota eitthvað ættu að útskýra það hér. Og í preparation og participants skal hér útskýra undirbúning þáttakenda, það er hvernig undirbúningur verður í boði fyrir þá sem að taka þátt í verkefninu. Þá er komið að kafla sem heitir main activities. En hér er áherslan á þau verkefni eða ferðir sem skipulagðar verða innan heildarverkefnisins. Fyrst er óskað eftir lýsingu þeirra í tímaröð og ef við á lýsingu á hlutverki þeirra samstarfsaðila í hverri ferð. Þá kom að kaflan sem heitir main activities. Hér er óskað eftir að þið lýsið í tímaröð markmiðum og innihaldi þeirra verkefna eða ferða sem áætlað er að skipuleggja og framkvæma í verkefninu. Ef við á skaltu lýsa hlutverki hvers samstarfsaðila í hverju verkefni eða hverju ferð. Athugið að þegar sótt er lengri dvöl, það er 3 mánuði eða meira, þarf í öllum liðum þessa kafla, sem sagt main activities, að passa upp á upplýsingar varða það sérstaklega komið fram. Næst er spurt samstarf og samskipti við samstarfsaðila og aðra þá sem koma að verkefninu. Og svo hvernig þáttakendum verður fylgt eftir í ferðum og hvernig fylgst verður með framkvæmd, árangri og framförum. Og að lokum er hér beðið að þið útskýrið þörfina fyrir fylgdarmenn, það er þegar sótt er styrk fyrir fylgdarmenn. Athugið og rökstyðið þörfina þar sem ákveðna takmarkanir í gildi varða fylgdarmenn. Þá er komið að því að skrá í töflur verkefnin í umsókninni, það er ferðirnar sem fara á í. Skoðum aðeins töflurnar. Við sjáum að hver tafla hefur activity number sem skráum hérna, þessi heitir A1 og activity type. Þá veljum við þá tegund verkefna sem er að ræða í þessari töflu. Áður en við veljum tegund verkefnis skulum við aðeins skoða hvaða möguleikar í boði, það er hvaða styrkir í boði í þessum verkefnaflokki sem við erum að vinna í. Skoðum fyrst hérna það sem heitir VET-P Long, Erasmus Pro Long Term Mobility for Vet Learners. En þetta er eins og ég útskýrið hér áðan, dvöl sem eru 3 mánuðir eða meira. Sjáum hérna fyrir ofan, stendur VET-P Advance eða Advanced Planning Visits. Og þetta eru undirbúningsheimsóknar sem eru mögulegar til að undirbúa þær heimsóknir sem eru valdar hér undir Erasmus Pro. Síðan sjáum við hér það sem heitir VET Short, eða Short Term Mobility og Vet Learners. En þetta er dvöl sem þá undir 3 mánuðum. Og þetta eru sem sagt þær ferðir sem í boði fyrir nemendur. Síðan sjáum við fyrir starfsfólkið VET-STA eða Staff Training Abroad
og svo það sem heitir Teaching Training Assignments Abroad, það sem við stundum köllum gestakennslu. En hvað þýðir gestakennsla eða Teaching Training Assignments Abroad? Jú, það er átt við að kennarar hafa möguleika að fara og kenna við skóla í öðrum löndum. Einnig er mögulegt að sækja að fá sérfræðinga frá fyrirtækjum og það þurfa verið sérfræðingar frá fyrirtækjum til að koma og kenna hér á landi. Í þessari umsókn þá hafum við búið til töflur fyrir alla það möguleika sem í boði eru. Hérna A1 er Erasmus Pro Long Term Mobility, A2 er Advanced Planning Visits. Höldum aðeins áfram, hér sjáum við síðan Short Term Mobility og Vet Learners, Vet Staff, The Staff Training Abroad og síðan Teaching Training Assignments Abroad. En skoðum aðeins nánar töflurnar, hvernig þær eru uppbyggðar. Skoðum þessa töflu hér sem er fyrir Short Term Mobility og Vet Learners. Fyrst er það hérna, við tökum eftir að þessum dálki hér sem heitir Flow Number. En Flow stendur í raun og veru fyrir ferðir. Hérna er Flow Number 1 og við sjáum hérna næst kemur Country of Origin. Við vitum að í okkar verkefnum eru þátttakendur að fara frá Ísland og veljum því Ísland hér. Síðan kemur það land sem fara á til. Tökum eftir næsta dálki sem heitir Host Type. En hér er hægt að velja milli þess að það sé farið í skóla, skúl, eða í fyrirtæki, company. Distance Band snýr að ferðastyrknum sem ákvarðast út frá lengd ferðarinnar. Miðað er við ferðalag frá upphafstað til áfangastaðar og notuðu reiknivél sem þið finnið heimasíðu Erasmus Plus til að ákvarða vegalengdina. Sjáið þið hér er hægt að velja mismunandi vegalengdir. Við erum í flestum tilfellum að velja 2000 til 3000 km. Og þá er komið að dvalarlengdinni og þið veljið dvalarlengd sem miðast við þann tíma sem dvalið er hjá móttökustofnun. Ferðadagarnir eru síðan færðir sér. Sjáum við þessu dæmi þá völdum við 12 daga, duration eru 12 dagar og travel days eru 2. Þannig hér fáum við út 14 daga samtals. Athugið að total duration, sem sagt þessi dagafjöldi sem er hér 14, er alltaf notað til að reikna út þann styrk sem að veittur er fyrir viðkomandi ferð. Síðan sjáum við hérna fjölda þáttakenda sem taka þátt. Í þessu tilfelli eru þeir 5 og við sláum það inn. Síðan eru hér nokkri dálkar sem snúa að þér er spurt hvort það séu þáttakendur með sérþarfir, til dæmis fatlaðir einstaklingur, og við höfum ákvarðað að það sé einn í þessum hópi sé fatlaður. Síðan er spurt það hvort einhverjir séu nemar og í þessu tilfelli er það ekki og ekki heldur einhverjir sem hafa standa allir fæti og síðan er spurt það hvort séu fylgdamenn í þessari ferð og hér er einn og við getum hugsað okkur það að það sé fylgdamaður sem fylgi eftir fatlaða einstaklingnum sem er hér. Þið sjáuð að við setjum 0 þó svo ef svo á við. Og það er vegna þess að það verður að skrifa 0 til þess að formið virki, þó svo ekki er hægt að skilja eftir neina reiti hér alveg auða. Til þess að bæta við fleiri ferðum af þessari tegund, til dæmis hérna í töflunni A3, þá þurfum við að bæta við ferðum eða flows og það gerum við bara með því að smetla hérna á plúsin. Sjáum við pröfum það. Þá kemur hérna flow nummer 2 og þá þurftum við að fylla inn upplýsingar þessar ferðir hér. Ef við viljum hætta við, þá bara ýtum við á mínusinn aftur. Eftir að hafa skráðinn allar áætlaðar ferðir í verkefninu, þá komum við að kafla sem heitir follow-up. Fyrst er spurt impact eða áhrif. En það er lögð mikil áhersla á það að verkefnin skilji eitthvað eftir sig, að þau hafi áhrif. Spurt er áhrif fyrir þáttakendur stofnunarinnar sem koma að og taka þátt í verkefninu og markhópinn. Einnig er spurt áhrif verkefnisins á aðra en beina þáttakendur. Það er hvort þau hafa áhrif á nærsamfélagið, innanlands eða í Evrópu,
nú eða hugsanlega á alþjóðavísu. Við vitum að þessi kafli miserfiður eftir verkefnum. Einföld verkefni þar sem nemendur að fara í starfsþjálfun í öðru landi hafa örugglega áhrif fyrir viðkomandi einstaklinga, hans vinnustað og samvinnan sem á sér stað milli aðila við skipuleggja og framkvæmda verkefnina skiptir miklu máli. Einnig lögð mikil áhersla á það að upplýsingum niðurstöðu verkefnina sé miðlað áfram til annarra aðila en þeirra sem taka þátt í verkefninu. Núna eru ótrúlega margar leiðir til að kynna og mikilvægt að þáttakendur sjálfur taki þátt í að kynna verkefnina innan skólans jafnt sem utan hans. Þetta skráum við hér. Að lokum hér spurt mat á verkefninu. Það hvað áformar skólinn, fyrirtæki eða stofnun að gera til þess að meta hvort og þá hversu vel markmiðum verkefnisins hefur verið náð og árangur þess. Það mikilvægt og afar jákvætt að stefna því að meta heildarniðurstöðu verkefnisins á einhvern skilgreinda máta þar sem ákveðin eru viðmið og mælikvarðar sem mögulegt að skoða og jafnvel mæla. Kaflinn fjárhagshluti verkefnisins. En leið og þið færið inn upplýsingarnar ferðirnar hér að framan, þá reiknast fjárhagshlutin að mestu hér. Þið sjáið að mest eru hér gráir reitir. En þá getum við ekki skrifað og þeim getum við ekki breytt hér. Nokkri reitir með rauðum ramma og það hægt að breyta, þannig að það hægt að óska eftir fjármagni fyrir færri aðila en þið innifeli í verkefninu. Það ekki hægt að fjölga hér. Meginreglan þó sú að breyta ekki. Það væntanlega ekki oft sem ekki á að sækja fjármagn fyrir þáttakendur verkefnisins. En leið og við förum yfir þennan hluta, þá ætla ég aðeins að fjalla styrkveitingar og möguleika hvers liðs. Núna eru styrkirnir í langflestum tilfellum veittir sem einingar og ekki samkvæmt raunkostnaði. Athugið einnig að allar upplýsingar eru í Erasmus Plus handbókinni. Fyrst það travel-taflan eða ferðastyrkirnir. En eins og ég sagði áðan, þá eru styrkupphæðir misháar eftir því hversu langt ferðast. Upphæðirnar kom upp sjálfkrafa hérna eftir að þið völduð fjarlægirnar í kafla H hér að framan. Sjáum hér distance bandin sem valið var, þá reiknar styrkupphæðina, fjöldi þáttakanda hér og þá kemur heildarupphæðin hérna í síðasta dálkin. Individual support köllum við oft uppihaldstyrk. En styrkupphæðirnar eru misháar eftir löndum sem dvalið verður í og dvalarlengd. Sjáum að hér kemur fram hvaða tegund af ferðum að ræða, beint úr töflunum áðan. Hér A1, þar sem þáttakandi að fara til Austurríkis. Duration kemur fram hér að dvalartíminn, fjöldi þáttakanda hér og þá reiknar styrkupphæðin hérna. Þið takið eftir því að taflan hefur 2 dálka, það sem sagt participants og síðan accompanying persons hér hægra megin. Þetta vegna þess að settur var inn dálkur og inn dálkur fyrir fylgdarmenn, en styrkur þeirra, hann miðast við styrkupphæði starfsfólks en ekki nemenda. Ekki skiptir máli hvort þið að sækja styrk fyrir fylgdarmenn eða ekki, taflan alltaf svona sett upp. Organizational support köllum við sýslustyrk. En það sá styrkur sem umsækjandinn, það til dæmis skólinn eða fyrirtækið, fær fyrir það að halda utan verkefnið. Þetta 350 evrur fyrir hvert þáttakanda og upphæðin kemur sjálfkrafa inn í umsóknina miðað við fjölda þáttakanda sem skráður hafa verið í ferðir hér að framan. Þá það linguistic support eða tungumálastuðningur. Kynnti það hér aðeins áðan, en það þannig að allir nemendur sem dvelja 19 daga lengur þeir verða að taka þátt í tungumálaprufum fyrir og eftir dvöl. Þetta krafa. Niðurstaða prófana hefur engin áhrif á val þáttakanda eða nokkur hlut í rauninni. Hér verið að meta það hvort dvölin hafi áhrif á tungumálakunnáttu þáttakanda. En því þarf hér í kaflanum Linguistic Assessment, þessi hér, að slá inn fjölda þeirra að nemenda sem dvelja 19 daga eða meira. Í þessu verkefni hér þá það aðeins 2 sem við höfum skráð að dvelja meira en 19 daga. Næst komum við að linguistic support eða tungumálundirbúningi.
En eins og ég sagði áðan þá þurfa allir nemendur sem dvelja 19 daga eða meira að taka tungumálakönnun eða próf í upphafi og lok dvalar. Nái viðkomandi ekki nægilega hárri einkunn í upphafi stendur hún til boða að fá námskeið á netinu. Við færum því hér inn þann fjölda nemenda sem dvelja meira en 19 daga. Sjáðu hér. Næsta tafla, það er þessi sem heitir Language Course, snýr að námskeiðunum og hér er best að skrá sama fjölda á í töflunum fyrir ofan. Það er að skrá hér 2 þáttakendur. Það er hlutverk verkefnisstjóra sem sagt ykkar að fylgja því eftir að þáttakendurnir fái tungumálaprófin þegar þar að kemur. Nú sjáum við töfluna Special Needs Support, en mögulegt er að sækja styrk fyrir kostnaði vegna ferða fatlaðra einstaklinga eins og kom fram hér áðan. Hér að ræða styrk vegna nauðsynlegs viðbóta kostnaðar vegna ferða þeirra og uppihalds. Hér þarf að áætla raunkostnað og er það undantekning frá reglunni einingar styrk upphæðir. Sjáum við hérna, þarf að útskýra þann styrk sem sóttir sem skráður er hér. Athugið að það er nauðsynlegt að sækja þennan styrk til þess að eiga möguleika á því að nota fjármagn verkefnisins til viðbóta styrkveitinga fyrir fatlaða einstaklinga. Þá er það exceptional cost, en hér er færð inn beiðni viðbóta styrk vegna ferða sem eru sérstaklega dýrar. Reglan er sú að ef úthlutaður ferðastyrkur dekkar minna en 70% raunkostnaðar við ferð, er mögulegt að sækja viðbótarstyrk fyrir alltaf 80% raunkostnaðar ferðarinnar. Og hérna þarf líka að færa inn og miða við raunkostnað. Og þá erum við langt komin með þessa umsókn. En í lokin er skrifað yfirlit eða stutt lýsing verkefnisins og athugið að þessi texti verður notað beint í kynningum útgáfu og í gagnabanka Erasmus Plus verkefna og því er afar mikilvægt að vanda þessa lýsingu. Mikilvægt er að kaflinn gefur góða yfirsýn yfir verkefnið þannig að sá sem les skilji vel út á hvað það gengur. Þeir sem skrifa umsóknina á íslensku verða að skrifa og skila þessu yfirliti líka á ensku. Sjáðu hér í kassanum fyrir neðan. Hér sjáum við svo yfirlit yfir þær stofnanir sem taka þátt, Summary of Participating Organizations og líka Summary of Activities og Participants, yfirlit yfir töflurnar sem við gerðum og síðan yfirlit yfir það fjármagn sem sótt er í verkefninu. Þið sjáu að reitirnir eru gráir þannig að hér er ekki hægt að breyta eða skrifa neitt, en endilega farið yfir þetta og athugið hvort allt passar. Ef þið finnið villur þarf að leiðrétta þau í töflunum hér á undan, venjulega í activity töflunum. Tékklistan skuluð þið lesa yfir og athuga hvort eitthvað hefur gleymst. Ég ætla að minna ykkur sérstaklega á Declaration of Honor. Declaration of Honor, sjáu þið hér, kemur hérna við maður að halda áfram hérna niður á næstu síðu, en þar sjáu þið að þið þurfið að prenta út þessa blaðsíðu hér. Síðan þurfið að fá forstöðumann eða þann sem er skráður sem legal representative til að skrifa undir. Þetta skjal er síðan skannað og látið fylgja sem viðhengi. Sjáum við, sótt hér og bætt með umsókninni. Að lokum skuluð þið svo smella hérna á validate-nappinn til að athuga hvort að það vanti nokkrar upplýsingar eða nokkrar kassar sem ekki sé búið að fylla inn í. Vonandi hafið þið notað validate-takkan reglulega við umsóknarvinnuna þannig að ekkert vanti á þessum tímapunkti. Og svo er bara að senda umsóknina. Sjáum við hér Submit Online. Takist að senda þá fáið þið staðfestingu á formið. Á hverja blaðsíðu kemur staðfesting sem segir hvenar, það er sem sagt dagsetning og tímasetning fyrir það hvenar umsóknin var send inn. Að lokum skuluð þið prenta út formið, eiga það og geyma á góðum stað. Við óskum ykkur góðs gengis við umsóknarskrifin.